Já, komið þið sæl. Hitatölur voru að ná alveg ágætishæðum bæði norðan og austanlands í dag og vorum að sjá hámarkshitatölur upp á 18 stig á Norðurlandi og hæst fór hitinn í 19 stig á Seyðisfirði. En svona aðeins að breyta sig okkur staðan og við erum með lægð á hádegi hér rétt suður af landi og skilin frá þeirri lægð hafa verið að leita hér til norðvesturs yfir landið. Við erum reynda með aðra lægð hér rétt norður af Vestfjörðum en hún er að hverfa eins og við sjáum þegar við keyrum áfram hreyfimyndina og þessi lægð hún verður nú nokkuð þaulsetin, hún skríður hér norður yfir landið í nótt og mun svona dvelja hér rétt utan við rétt norður af landi fram á helgina og því verður svona úrkoma nokkuð víða í kvöld og í nótt og svo getur rignt nokkuð drjúgt hér vestanlands allan að fyrirpart dags á morgun. Og hitasviðinu þá sjáum við að það er nú svona til þess að gera milt loft í þessu kortinu. Þetta hlýjasta loft er að finna langt suður í hafi sem og yfir Evrópu þar sem hefur verið afar heitt að undanförnu og við svona verið í svona, við getum sagt, kaldari loftmassa. En við skríðum nær og þá sjáum við hér klukkan 18 að skilin eru hér yfir sunnanverðu landinu og eru að leita hér norðvestur yfir land og viðbúið að til dæmis í kvöld og í nótt að fá úrkomu líka norðanlands og austan þegar skilin fara yfir en í fyrramálið að þá er úrkoman svona fyrst og fremst bundin við vestanvert landið og vissulega sjáum við aðeins flekki hér austan til en það ætti að vera jafnvel nokkuð bjart yfir á norðausturhorninu í fyrramálið. Og staðan þá á þessa leið hvað var það svona hitatölur og sem eru nú bara svona rétt nærri 10 stigum og ekki mikið meira en það en síðan sjáum við að þróunin áfram að það mun svona smá saman slota regninu á norðvesturhorninu en regn áfram hér suðvestan til og eitthvað getur þetta regnbelti fært sig inn á suðausturland og það er síðan smá saman skríða hér til suðust þannig að annað kvöld að þá ætti að vera svona ágætis veður norðan til þó vissulega sjáum við að það eru einhverjar skúraleiðingar þar á ferð á norðausturhorninu sem geta nú gefið af sér dágóða dembur en rigning svona meira og minna frá Faxaflóa og austur að Öræfajökli. Og í framhaldinu síðan að þá heldur nú þetta úrkomukerfi svona áfram að síga til suðurs meinlítið veður þegar norða kemur en vissulega einhver úrkoma þar á ferðin virðist ætla að vera fyrst og fremst í fjallandinu en síðan er svona norðanáttina aðeins smá saman að taka yfir hjá okkur og það mun byrja að birta til hér sunnan til þá á föstudaginn fyrst hér suðvestan til og við sjáum það til að mynda hér í þessu korti á föstudags morgun en það heldur hennu áfram að gera það síðan þegar líður á föstudaginn og kemur meiri raki og úrkomu í þetta þá á Norðausturlandi þegar líður á föstudag. Sæmilega bjart hér sunnan til eins og við sjáum seinni part föstudags en einhverja skúraleiðingar þó sérstaklega til fjalla hér allar síðst og síðan er að sjá að þegar við komum síðan fram á helgina að verði nú svona norðanátt viðlóðandi landið lægðadrag hér með suðausturströndinni sem að getur verið að gefa sér einhver úrkomu suðaustanlands og jafnvel austfjörðum líka en ætti að vera sæmilega bjart þó á suðvesturhorninu en við búum að muni rigna eitthvað á köflum norðan til og þar verður hiti ekki nema þetta 5-10 stig en hér sunnantölu landinu að því hitina ná þetta 10-15 stigum og síðan ætlar nú ekki mikið að breytast í þessu eins og við sjáum hér á sunnudaginn ef eitthvað meir úrkoma norðan til á landinu en þurftamestu hér sunnan heiða og hitatölur á svipuðu róli. Þannig að við erum nú með þessa lægð sem að mun nú svona stjórna veðrinu hjá okkur næstu daga. Við fáum skil norðvestur yfir landið í kvöld og í nótt og lægðin verður stödd hér rétt norður af landi fram á föstudag en síðan stefnir í það að það verði norðlæga átt þegar komið er inn á helgina og hún muni vara eitthvað fram í næstu viku. En við skulum segja þetta gott að veðri í bili. Verið sæl.